Takk fyrir. Já, þetta búið að vera ágætis ráðstefna, finnst ykkur ekki? Ég ætla að fara örstutt feril minn, kem kannski að því inn í fyrirlestrinum. Ég sem sagt Reykvíkingur úr Háalendinu, MH-ingur, og síðan fór ég í tölvunarfræði í HÍ og síðan fór ég að vinna með skóla í Eimskip. Byrjaði að starfa í fjármálageiranum, fór í Iðnlánasjóð og þaðan í síðan FBA, fór þaðan í Háskólann í Reykjavík og tók samhliða því starfi MBA-gráðu. Síðan í kjölfarið þá stofnaði ég Betri lausnir og í lokum þá endaði ég í Kópavogsbæ sem ágætis vinnustaður og nútímalegur vinnustaður og mjög skemmtilegt að vinna að ýmsum umbótaverkum í opinberri stjórnsýslu þar. Og eitt af því er þetta verkefni sem við fórum í, að opna bókhaldið hjá okkur. En samhliða öllum þessum störfum alveg frá því 2003 hef ég verið að taka mér ráðgjafarverkefni og hef verið heppinn að vinnuveitendur mínir hafa leyft mér það og ég hvet ykkur sjálfum að gera það. Það er viss endurmenntun í að nýta þekkingu sína þannig á öðrum vinnustöðum. En umfjöllun í dag er semst að ég ætla að fara aðeins yfir af hverju að opna fjárhagsbókhaldið og svona vangaveltur, síðan að ræða aðeins stuttlega hvernig verkefnið var leyst, hvaða ákvarðanir við tókum, svona stærstu ákvarðanir. Þetta var heilmikið brautryðjandi starf. Við vorum semst fyrstir að opna bókhaldið okkar og það voru margir í umræðunni að gera þetta, bæði ríkið var með þetta á áætlun sinni og er ennþá með þetta á áætlun sinni. Reykjavíkurborg var búin að gefa þetta út og þeir opnuðu bókhaldið sitt núna í desember, ekki rétt? Já. Og svo ætla ég að reyna að eyða sem mestum tíma í að skoða lausnina og kannski að fá smá spurningar úr sal bara með að við erum að skoða lausnina. Ræða aðeins reynsluna síðan, hvaða reynslu höfum við, og eins og ég skil þá eru rauninni bara 2 opinberir aðilar búin að opna bókhaldið sitt með þessum hætti, það er að segja alvarlega niður á lánardrottinn og síðan að ræða aðeins næstu skref. En af hverju að opna fjárhagsbókhald? Og það er þessu kannski sjálfsvarar. Þetta eru sem sagt opinber gögn og það er íbúar og borgarinn hefur henni rétt til þess að fá þessi gögn afhent og það var nú gengið dómar það alveg niður á reikninga. Það sé hægt að fá afhenta reikninga og þetta er þess þannig að opinber stjórnsýsla er í eðli sínu opin samkvæmt lögum. Þetta eykur þetta trúverðugleika í opinberri stjórnsýslu að hafa þetta opið og kannski bætir þá ímynd flekklausan rekstur. Þannig að það er ekkert verið að fela neitt þegar að menn opna bókhaldið á þennan hátt. Það væri allavega mjög erfitt. Og svo var ég og við í Kópavogsbæ náttúrulega bara lánsöm að þetta var sett í málefnasamning núverandi meirihluta í júní 2014 og með þessari setningu Kópavogsbær opni bókhald sitt þannig að íbúum gefist kostur á að fylgjast betur með ráðstöfun fjármagns og það er einmitt stóri tilgangur með svona opnu bókhaldi. Örstutt undanfaran við erum semst búin að vera að byggja upp vöruhúsgagna og ég hef kennt í Háskólanum í Reykjavík og mjög skemmtilegt að fá það verkefni síðan hjá Kópavogsbæ að byggja upp vöruhúsgagna. Maður er búin að tala mikið þetta og kenna nemendum uppbyggingu vöruhúsgagna og núna er þessi vinna í gangi í Kópavogsbæ og það er svona grunnurinn af því að við gátum vel gert þetta, höfðum góða tilfinningu fyrir því hvernig gögnin lágu og hvernig við gætum unnið með gögnin til þess að það verði svona hægt að birta þau.
Síðan voru grunngögnin tilbúin, alveg tilbúin 2015 en síðar þurftum við að gera svona ýmsar aðlaganir til að einfalda gögnin og flokka gögnin þannig að það væri svona betri til að sýna. Ég ræði það eins við ykkur á eftir. Síðan í kjölfarið þegar að gögnin voru tilbúin þá voru við, stefna var að velja einhvers konar tilbúna lausnir. Við skoðum lausnir, Bandaríkjamenn eru mjög framalega í þessu og við fórum meira að segja til Texas ríkis á svona námstyrk frá starfsmannafélaginu okkar og heimsóttu þá og skoðum lausnir þar og vorum að skoða ýmsar lausnir, OpenGov lausnir, ýmsar og en á endanum þá var ákveðið að leysa þetta sem lokaverkefni haustið 2015 sem vilja fá vinnu yfir sumartíman. Þeir geta fengið vinnu hjá sveitarfélaginu sínu og og við höfum 2 undanfarin sumur þá hef ég verið með 6 sumarstarfsmenn í upplýsingatækni deildinni hjá okkur og þeir voru meðal annars í þeirri vinnu að vinna undirbúninga að opnun bókhalds og það meðal annars að meta þessar tilbúnu lausnir og þá kom þessi til að frá einu sumarstarfsmanninum að gera þetta að lokaverkefni og það var viss áhætta fyrir okkur að taka það ákvörðun en það hafði kosti og auðvitað var þetta tiltölulega ódýrt að gera þetta svona en það var náttúrulega mikil áhætta hvað kæmi út úr því en kostirnir voru náttúrulega þeir að þá gátum við allar þessar lausnir sem við höfum verið að skoða þær höfðu einhverja agnúa eitthvað sem við vildum laga og þarna höfðu við tækifæri til bara beinlínis að hanna þetta bara nákvæmlega eins og við vildum og það var mjög ánægilegt og ég vil hrósa Háskólanum í Reykjavík náttúrulega og hvetja alla til þess að nýta sér þessa möguleika að fara í svona samstarf ef þetta er eitthvað svona brautarýðandi starf eitthvað öðruvísi lausn sem að þarf að smíða þá er þetta góður vettvangur til þess. Aðeins vöruhúsgagna hjá okkur og þá erum við eins og flestir opinberir aðilar með margar lausnir undir og þetta er nú bara svona hluti af þeim sem hérna kemur fram. En það fyrir mér og fyrir okkur í Kópavogi þá er vöruhúsgagna fyrst og fremst náttúrulega lausn sem á að tryggja yfirsýn yfir hvað að gerast í sveitarfélaginu og við erum sérst með og við förum svona kannski ef við má sletta lean leið í þessu við leyfum okkur það að blanda saman tveimur kannski ólíkum lausnum þar að segja við setjum inn í eina lausn vöruhúsgagna og svona masterdata gagnagrunn og masterdata gagnagrunnur byggir á því að semst það einmitt að auka samvirkni milli ólíkra lausna eins og kom fram í fyrirlestrinum hérna áðan að láta gögnin semst ekki verða til í mörgum kerfum heldur að það er einhver uppruni gagna á einum stað og svo flæði hann áfram í önnur kerfi og inn í þessu sama síðan er það svona getum við sagt svona vinnslulag masterdata gagnagrunninn okkar er vinnslulag fyrir síðan vöruhúsið sem að síðan finnur upp úr því og keyrir saman gögn og býr til skýrslur og kannski teninga. Og þarna vinnum við erum við að vinna Ólaf teninga sem að stjórnendur geta síðan haft aðgang að og eru líka mikið að nota Excel í rauninni í dag en svo er í rauninni þetta kannski fyrsta afurðin svona sýnilega afurðin vöruhúsinu við erum að vinna ýmsum opnunum öðrum sem að koma síðar með einhverjum hætti út á vefinn hjá okkur en þetta er þessi gögn flæða þá frá fjárhagskerfinu okkar sem er í Navision inn í vöruhúsir, þar fer það í vinnslu og svona smá vinnslu flokkun og annað og síðan er það pússað yfir á vef vefkerfið fær þetta þannig að sú lausn er alveg við ítum gögnar og þangað inn svona öryggislega þá
þá þótti okkur það heppilegt. Þannig að þegar við erum að skoða gögnin á vefnum þá er það bara gagnagrunni sem er bara á þeirri vél og hefur enga tengung í grunnkerfinu okkur eins og staðan í dag. En við getum svo sem ýtt þessu eins oft og við viljum, þess vegna daglega eða klukkutíma fresti. Gagnagrunnsfræði er nú eitthvað sem ég haldi mér ágætlega við í fræðunum, í tölvunarfræðunum og það má segja að í þessu verkefni þá erum við með 4 meginvíddir og hver vídd hefur síðan einhvers konar tré sem sagt þannig að þetta er eiginlega flokkunarkerfið okkar á gögnunum og í svona einfaldri mynd að þá er þetta rauninni bara listi sem inniheldur þessa dálka. Það sem sagt auðvitað aðeins fleiri en bara svona alveg til að einföldunar þá erum við bara að tala við erum með færslur sem sagt úr fjárhagskerfinu okkar sem að eru tengd, hver færsla er þá tengd einhverju fjárhagslykli sem er eins og þið sjáið er náttúrulega tengist millilykli og síðan yfir í yfirlykil. Þannig að þú getur annarkot skoða þetta skoða stóru myndin í fjárhagsbókhaldinu eða farið alveg inn á einstaka fjárhagslykla og síðan erum við með deild og eins og þið sjáið þarna þá eru deildarvíddin er þarna í 4 dýptum má segja það er deildin sem er þá rekstrareiningin sjálf en hún er síðan einhver yfirdeild hefur einhver yfirdeild og síðan málaflokk og síðan yfirmálaflokk og það má segja til dæmis að þarna til dæmis í rekstrareiningunni þá bættum við sem var ekki inn í fjárhagskerfinu okkar við bættum við yfirdeildun og yfir málaflokk til þess að hafa ekki of margt á hverri svona sletti leveli þannig að við getum séð og ég ræði þetta aðeins þegar ég sýni ykkur lausnina núna eftir og svo kemur og svo lánadrottinn sem kemur þá sem 4. víddin. Svona örstuðum tæknina við erum bara að nota standard SQL bæði í vöruhúsinu og í gagnavinnslunni. Við erum að nota tól sem heitir Time Extender sem er skrifað litlu hugbúnaðarhús í Aarhus og er mjög vinsælt að verða í Bandaríkjunum. Væntanlega verður keypt af einhverjum stórum, geti ég ímyndað mér, svo gengur. En Time Extenderinn, við viljum meina það að spara okkur alveg ótrúlega vinnu. Og miklu einfaldar að vinna gagnasöfn og gera þau tilbúin fyrir birtingu. Og síðan erum við að nota bara svona hefðbundin Angular og Exma Scripts og HTML5 í birtingunni. Og við erum að færa gögnin yfir í Elasticsearch gagnagrunnur sem er svona mjög lean svona gagnagrunnur og hraðvirkur. Og þetta er raunin bara ákvörðun nemendana að velja þessa tækni. Eins og ég sagði áðan þá var náttúrulega hönnunin gátt að lyfta okkur ýmislegt þar og við skulum ekki eyða miklum tíma, ég ræði það þegar við förum inn í lausnina og svo bættum við þessum yfirmálaflokki og yfirdeild og við leyfum okkur að loka einhverju og þarna munum við væntanlega svona reyna að staðla það hvað við gerum með gögnin svo að þetta sé nú traust en við leyfum okkur að loka lánadrottna sem voru viðkvæmir og sameinuðu lánadrottna og það voru fyrst og fremst þjónustu þegar í velferðarþjónustunni hjá okkur sem við vildum ekki að birtast sem þjónustu þegar í þessari opnun. Og svo leyfum við okkur líka svona bara viðkvæmni að ef það voru deildir, rekstrareiningar þar sem var 1 starfsmaður og það var vitað að vera 1 starfsmaður þá færðum við þá deild eða launa upplýsingarnar úr þeirri deildi yfir í svona einhvern annað þannig að það var ekki hægt að sjá þarna laun einstaklinga. Og svo vorum við þarna með smá síur breytingar á heitum og það var bara til þess að grípa inn í en á endanum þá breyttum við heitum síðan inn í fjárhagsbókhaldinu sem var bara mjög jákvætt. Þannig að við fórum, þegar komum við gagnrýni, að þá breyttum við heitum bæði á fjárhagslyklum sem voru þá bara gamaldags og jafnvel hugsanlega deildum sem voru bara að breyta nafn og hétu gamla heitinu inn í fjárhagsbókhaldinu.
Þannig að þetta var ágætt hérna hreinsun og saman með fjárhagslyklana. Hérna, ég ætla semst að opna kerfið og vona að það gangi allt vel, það alltaf gengið vel hingað til. En svona gróft þá kerfið skipulagt, eins og ég sagði áðan, við höfðum þann lúxus að við gátum hannað kerfi alveg eins og við vildum. Og megin forsendunar var að gera það einfalt fyrir íbúan. Einfalt fyrir bara einhvern sem þekkir ekkert fjárhagsbókhald. Og við fórum í marga hringi með þetta og rýndum og tókum viðtöl við þá sem voru ekki vanir að skoða fjárhagsupplýsingar og við enduðum á því að vera bara með einfalda köku. Og fyrsta kakan sem við fáum upp skipting kostnaðar eftir þessum yfir málaflokki. Og þá erum við búin að taka málaflokkana. Málaflokkarnir eru sem staðlaðir meðal sveitarfélaga á Íslandi. Við tókum semst málaflokkana og settum yfir málaflokk. Og sumir segja til dæmis að þessari fyrstu mynd að menntamálin sé nú óþarflega stór hérna í myndinni og það væri sjálf og sér alveg hægt að brjóta þau strax upp og taka til þess æskulistarfi sér. Og það ekkert mál fyrir okkur að gera, það bara smá breyting á einni töflu og þá myndum við fá það fram. En og kannski þessar stóru mynd, þá kakan hann í miðjunni, síðan hann uppi þá þau gögn sem unnið með og þarna erum við að skoða gjöldin 2016, fyrirhluta ársins og síðan erum við með hægra megin að þá erum við, hérna megin, hérna erum við með súlur sem að sýna þá sértekjur. Þannig að ef við sjáum hérna inni eins og þessu fyrstu mynd og mér finnst hún alltaf skemmtilegast að breyta hérna dagsetningunni, fá heilt ár og sjá hvað, þannig breyti ég semst gjöldin 2015 að hérna sjáum við að semst heildargjöldin voru 33 milljarðar og sumir myndu segja betur okkur það passar ekki, þeir eru ekki meira með 21 milljarð í tekjur en það út af því að við erum með sértekjur hérna inn í þessari upphæð og það sem meira að við erum ekki bara við erum líka með sértekjur sem eru innan hústekjur við erum með ýmsar rekstur sem svona cost center sem eru þá að rukka inn á inn í kerfinu og ástæðan fyrir að við gerum þetta að öðruvísi, við sáum ekki aðra möguleika til þess að sýna fjárflæðið þannig að þarna erum við fyrst og fremst að greina fjárflæðið, við erum ekki, þetta ekki svona eitthvað uppgjörskerfi. Fjárflæðið eru 33 milljarðar og inn í, þetta eru 33 milljarðar sem eru að flæða, inn í því það sem eru svona sértekjur eru þá 11 milljarðar og svo það sem þarf til þess að fjármagna þessa einingar allar, þarf 21,7 milljarð. Þannig að svo er þetta bara mjög einfalt, þú getur smellt á kökuna og þá sérðu þetta meira niðurbrotið, við getum farið í fræðslumál og hérna til dæmis í þessu tilfelli þá bættum við þarna yfir það sem við kölluðum yfirdeild, af því það var ekki í fjárhagsbókhaldinu okkar og þarna tókum við alla grunnskóla og flokkum þá undir eina yfirdeild. Til þess að það sé betra fyrir íbúan að sjá hvað kostar grunnskólanir hjá okkur og hvað kostar leikskólanir og svo framvegis. Þannig að þetta þurftum við smá við þurftum aðeins að velta fyrir okkur hvernig við þyrftum að birta þessi gögn og hvað þyrftum við að gera til þess að flokka þau þannig að þetta væri svona aðgengilegra fyrir íbúan. Og svo get ég farið niður í grunnskóla og þá fæ ég áfram hver grunnskóli kostar undir þeirri yfirdeild. Og svo, við vorum að tala 4 meginvíddir, ekki rétt. Þannig að þegar ég er komin, þarna er ég komin í deildavíddina og þá er ég komin næðst í deildavíddina. Ég er búin að sjá það, ég er búin að
verið að skoða þetta frá yfirmálaflokki, yfir í málaflokka, yfir í yfirdeildir og svo yfir í deildir og það er neðsta rekstrareiningin okkar og þá getum við sem sagt valið deildina sem er rekstrareiningin og þá það sem að kerfi gerir sjálfkrafa til að hafa þetta einfalt, hún hoppar með gögnin. Þið sjáu það, við vorum hérna með semst já, við vorum með semst hérna vorum við með 6,6 milljarða skipta upp á alla þessa grunnskóla en hérna ef við fyrir yfir þá er 1,34 milljarða sem Álfhólsskóli kostar og svo fer ég hérna inn og þá fæ ég 1,34 hér, sjáðu þið. En þið sjáu það á móti að hérna eru sértekjurnar hana 63 milljónir og nettó er að þá kosta aðeins minna. Og við erum búin að liggja yfir þessu öllu saman og þið sjáu það nú er ég allt í einu farin að skoða þetta eftir fjárhagslyklinum. Þessum yfir fjárhagslykli. Ég hoppaði semst út úr, þið sjáuð í brauðmólunum að ég er í Álfhólsskóla en út af því ég átti ekki það, ég gæti ekki kafa mig lengur að halla niður að þá semst tekur kerfið völdin og segir, heyrðu, hér, nú ætla ég að skoða þetta eftir fjárhagslyklum, yfir fjárhagslykli og þá sé ég strax að starfsmannakostnaður er langt mestur og sé hann hlutfall hans 76% af kostnaðinum. Svo getur verið í þjónustukaup og þá getur ég séð hérna og vörukaup og ef við skoða vörukaupin þá sé ég að matvaran er mest áberandi hérna í vörukaupunum, önnur vörukaup og hérna get ég farið hérna er ég semst að taka þetta tré í fjárhagslyklinum og önnur vörukaup og nú er ég komin í neðst og þetta gefur okkur oft líka sýn, við þurfum kannski aðeins að haga færslu bókhaldsins með öðrum hætti og passa okkur að setja ekki of mikið í svona ruslakíslur í bókhaldinu svo önnur vörukaup, eigum að brjóta þetta meira upp. Þarna sáðu þið að ég valdi önnur vörukaup og það er semst hinn fjárhagslykilinn og þá tekur kerfið aftur völdin og hérna segir, heyrðu, nú er ég alveg komin í botn í fjárhagslyklunum, nú ætla ég að bara, þá sýni ég ykkur bara hvar þessi kostnaður endaði, hvert fóru þessi peningar sem við varst að skoða og þá sýni ég hvert þetta fór yfir á lánadrottna, þessi kaka sem ég var að skoða þarna. Þannig að hérna, og sjáu því hún hendir mér hérna inn í sjálfkrafa þegar hún sér svona mikið af gögnum að þá tekur hún líka völdur og segir ég ætla að sýna ykkur núna þetta sem töflu. Það er ekki gott að sýna þetta sem köku lengur og sýnir þetta sem töflu. Þannig að ég ætla nú satt best að segja ef ég myndi að við myndum fara út úr kökunni, út úr töflunni, en ef ég bakka hérna þá get ég síðan valið að sjá þetta aftur sem köku hér. Já, ég ætla að byrja svona, þetta er svona megin virknin, en síðan erum við með valmynd hérna, vinstra megin, sem að hjálpar okkur að skoða þetta út frá ýmsu öðru. Við getum til dæmis farið hér og sagt, heyrðu, ég get alltaf farið í uppástillingu til þess að sjá 33 milljarðana sem voru í byrjun, en ég get líka farið og þá fer hún alltaf í yfirmálaflokk eins og áðan, en ég get líka sagt, ég vil bara skoða þetta allt eftir yfir fjárhagslykli. Sjáu þið. Og nú er ég bara að skoða þetta eftir vittinni yfir fjárhagslykli og ég er bara að flokka þetta upp eftir yfir fjárhagslyklinni án tengingu við rekstrareiningarnar. Og þá sé ég að starfsmannakostnaðurinn er ennþá mjög stór, en alls ekki jafn stór eins og hann var í hlutfalli í skólastarfinu. Og síðan get ég í rauninni þá nú er ég að skoða heildina út frá fjárhagslyklinum. Og hérna, svo get ég sjálfum sér blanda þessu saman. Ég get sagt, maður sjá starfsmannakostnað hérna og bara eftir málaflokkum. Þá er ég búin að sía þetta, ég er að skoða starfsmannakostnað og nú get ég séð hvernig starfsmannakostnaðurinn, einn og sér,
skiptist upp á milli yfir málaflokkana hjá okkur. Þannig að þannig er hægt að blanda saman þessu öllu saman og búa til þær skýrslur sem þú vilt. Eitt sem er mjög sniðugt í lausninni er að hérna inn í slóðanum hérna að þá geymist sían sem þú ert búin að velja þér. Þannig að þú getur í rauninni afritað slóðina, geymt hana hjá þér og jafnvel sett hana bara Facebook eða hver sem er og hérna leyftu öðrum að sjá hvaða skýrslu þú varst að búa til og jafnvel að skoða síðan þegar koma ný gögn hvernig það hefur breyst. Er tíminn að svona renna? Það styttast. Ég sem sagt, alltaf skemmtilegast að fara í lausnina og skoða hana. En hérna það sem var vinsælast hérna hjá okkur, meðal annars, var náttúrulega að sjá hérna eftir lánadrottnum. Og þarna er það sama, þú getur skoðað lánadrottni eftir yfir fjárhagslykli eða bara fjárhagslykli og getur blandað þessu saman. En þú getur líka skoðað, sem sagt, þú getur sagt hérna valið leitað einhverju lánadrottni eins og eitthvað hérna eins og mjólkur. Hérna á réttum stað. Mjólkursamsalan hérna, líklega borðið hérna undir. Hérna þá getur valið semst fengið semst hérna hvað mjólkursamsalan er stór og ég get skoðað í hvaða yfir málaflokka til dæmis hverjir að versla við mjólkursamsalana í Kópavogsbæ, sjáðu. Og þá get ég með sama hætti, nú er ég búin að sía gögnin, við erum að borga 33 milljónir til mjólkursamsalanar og ég get skoðað og byrja hvert fór það fór í menntamál, fræðslumál og þá séu grunnskólar og leikskólar er að borga meira í mjólk og svo get ég skoðað grunnskólana. Hverjir er að kaupa mestu mjólk og þarna getur komið spurningar af hverju Smáraskóla kaupa svo litla mjólk og þá gæti það verið út af því að þeir eru kannski með einhvern samning aðkeypta þjónustu varðandi mötuneytin og eru þar að kaupa, það kemur þá þeim megin. Þetta er bara mjög skemmtilegt að skoða og hér semst það er hægt að blanda saman öllum þessum víddum eins og við viljum. Ég ætla svona einhverja spurningar hérna í þessu áður en við höldum áfram, já? Nei, við erum ekki með fylgiskjöl. Við erum ekki með fylgiskjöl og það er verið að undirbúa það er viss viðkvæmni við því þó að það sé eins og við sagði, lagaskylda okkur að birta fylgiskjöl ef einhver myndi óska eftir því. Einhverja fleiri spurningar? Já? Já, sko, við erum að skoða, ég mun taka það aðeins fyrir hérna, en það er alveg klárlega, við erum að skoða ýmsar lausnum, líka tengjað við önnur gögn í vöruhúsinu hjá okkur og þannig að íbúin hafi betri, til dæmis eins og þú sérð einhvern kostnað, hver er þessi eining stór, hvað margir starfsmenn á bak við hana, þannig að það komi jafnvel inn sem tooltips, þú ferði yfir kostnaðinn. Jafnvel, já. Já, fyrst útgáfan af þessu munum við vantarlega bara sýna þetta sem upplýsingar. Þannig að íbúin segja, okkur þetta kostar svona mikið. Og þá getum við sagt, já það eru svona margir þjónustu þegar. Svona margir börn í leikskólanum og eitthvað slíkt. Hefum fleira? Nei, við erum með þetta summað alveg niður á, það summa inn á mánuðinn. Já, inn á mánuðinn og næðstu einingu í hverri vídd. Já, sko, það hefur verið til skoðunar og auðvitað það ætti að vera þannig. Við tökum þessi skref varlega en hugsunin auðvitað á þetta bara að vera þannig að færsluskráin sé bara opin og aðrir geta bara nota símtól til þess að greina þessi gögn og stemt sig af hvort að við séum ekki að birta þetta rétt. Ok, ég ætla bara nokkra glærir viðbót. Ég ætla að loka þessu hér og og það er einmitt sko,
reynslan okkar fyrst og fremst bara mjög jákvæð viðbrögð. Allir rosalega ánægðir þetta sé opið og aðgengilegt. Sko, fengum rosalega mikla flettingu í byrjun, en síðan hefur það mjög rólegt undanfarið. Þannig að maður er svona voða spenntur fyrst, en sko eins og maður segir stundum, þetta þarna, og það allir bara svona, já, flott, þetta þarna. Mennum þurfa ekki að vera að skoða þetta á hverjum degi. Það mikill áhuga á flettingu í lánardrottnum, þetta tekið eftir því. Það mjög margir sem að skoða það, og samkeppnisaðilar að skoða sín, og þess vegna vorum við mjög það var óþægilegt fyrir Kópavogsbæ að vera að sýna þetta svona mikið, og þess vegna vorum við mjög ánægð þegar það voru fleiri sem komu, því það var ekki bara við sem varum að sýna niður á lánardrottnum. Það kom okkur óvart að lánardrottnum voru ekki óánægðir með þetta. Þeir voru ekki, kvörtuðu ekki. Við töldum svo að verða. Engin óánægð, við vorum með teymi sem var tilbúin til að mæta alls konar óánægð og svara, og það bara kom ekki til. Þannig að ótrúlega við vorum með heilmikið ferli til þess að bregðast við, og mjög fáar fyrirspurnir, sko, þrátt fyrir margar flettingar. Og hvað næst, og þið komið aðeins inn á það hérna, við erum alltaf fínstilla viðmótið, það ýmislegt eins og brauðmólarnir að laga þá, og ýmislegt slíkt að það sé hægt að klikka sér betur áfram, gera stoðuupplýsingar rekstrareiningar aðgengilegar, eins og við erum að tala að upplýsingar fjölda og svo framvegis. Beintengi jafnvel mánaðarskýrsluna okkar við, og það alltaf að komast inn í vöruhúsið, og síðan að virkja samstarf við fleiri opinbera aðila. Við höfum átt ágætis fundi með Reykjavíkurborg, og það líka að svona samræma kannski verklagið með þessa flokkun og hugsanlega þá síun sem í gangi. Þannig að það sé svona samræmt hvernig við lítum á hvað við megum og hvað við megum ekki gera. Og svo það spurningar, það kannar nokkrar spurningar. Höfum við tíma fyrir fleiri spurningar? Einhverja spurning? Já, sko, við stefnum að gera það miklu örar, og í rauninni, ef við birtum gögnin með fyrirvara, þá sjálfum sem mættum við alveg hafa það í rauntíma. Það sé bara allt sem var bókað, þú veist, bara nýbókað, það bara fer inn. Þá kannski hugsunin að vera að auka þetta kannski mánaðarlega, fara vikulega og svo bara daglega. Það sem alltaf bókað daginn undan, það fer þá inn. Þá það bara birt með fyrirvara, eða það bókað vittlaust, þá getur vel verið að það kostnaði lækki allt í hennu, þú veist, milli tímabila, en það svona. Já, við núna tókum við þetta bara þegar að endurskoðun lauk, og við munum vantarlega gera það næst þegar leið og uppgjöri líkur núna næstu mánuði, að þá munum við opna þetta bara í kjölfarið. Ég þakka ykkur bara kærlega fyrir gott hljóð.